Þrátt fyrir mörg ónýtt tækifæri ferðaþjónustan orðin ein helsta atvinnugrein þjóðarinnar. Það skiptir því miklu að mati fræðimanna að efla skilning okkar á ferðaþjónustunni. Við þurfum líka miklu meira að skoða hvað áhrif aukin ferðamennska að hafa okkur sjálf og okkar samfélag. Að þetta að mínu mati ákveðin veruleiki sem hefur verið að skapast hér á landinu sem svolítið mikið að breyta okkar tilveru. Það ekki annað að ganga niður Laugaveginn eða flísstræti eins og Kárahnjúkavirkjun hérna til þess að sjá bara eitt lítið dæmi breytingarnar sem að verða. Erlendum ferðamönnum fjölgaði tæp 19% milli áranna 2011 og 2012. Þótt nær allir ferðamenn sæki í höfuðborgina hafa viðkvæm öræfin mikið aðdráttarafl. Stöðug fjölgun ferðamanna þar gæti haft veruleg áhrif á íslenska náttúru. Það sem farið að trufla á nokkrum stöðum, það fjöldin sem þar eins og Landmannalaugar. Þar þriðjungur af fólki sem telur fjölda ferðamanna vera of mikil. Inn í Hrafntinnuskeri, þar 40% ferðamanna sem telja vera of marga ferðamenn. Og þetta nú reygin víðernum. Anna Dóra segir að mikilvægt sé að Íslendingar hafi sjálfbærni að leiðarljósi í uppbyggingu ferðaþjónustunnar, ekki megi ganga á höfuðstól náttúrunnar. Greinin verði að byggjast upp í sátt við samfélagið og jafnframt að skila arðsemi þannig að það sé ekki verið að borga með þessu og þetta skili arði í það samfélag það sem að ferðast Sjálfbærni lykilatriði ferðaþjónustu nútímans vegna þess að ef sjálfbærni ekki haft að leiðarljósi þá á þessi atvinnugrein ekki bjartar framtíðarhorfur. Anna Dóra segir að hvetja þurfi fólk til að ferðast meira í byggð. Ef við ætlum að nota þessi atvinnugrein til þess að skila sem mestum arði til samfélagana þar sem verið að ferðast þá náttúrulega hagkvæmast að láta fólk ferðast sem mest í byggð vegna þess að þar búa heimamenn. Það hægt að selja alls konar varning og góða þjónustu. Þannig að nota hálendið sem spari fyrir þá sem eru sérstaklega að leita eftir slíku en að nota alla hina náttúruna sem umlykur okkur hversdagslega líka. Þannig nýtum við landið okkar og samfélagið best fyrir þessa atvinnugrein.